Góðan daginn og velkomin í þátt númer 47 hérna á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Nú eins og þið sáuð hér í myndbrotinu á undan þá er ég ekkert frekar að fara að eyða tíma í að segja ykkur hvar ég er á netinu, en þetta er gert svona bæði til þess að fólk geti, sem að veit nákvæmlega hvar mig er að finna, geti skautað auðveldlega yfir það og já, bara svo að sé ekki almennt tími að fara í það sem að getur farið í annars skemmtilegri umræðu. Nú, áskil, hér er ennþá kvef svolítið allsráðandi. Og en það sem við ætlum að fara yfir í dag á þessu mánudagsmorgni, það er 15. október, það eru klárverkvinnslu og hvað er á döfinni og hvað er til pokan og allt þetta. En ég vil byrja á því fyrst að bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Alltaf bara, já, gaman að setjast hérna niður og skell í þátt. Þannig að ég held svo sem að það sé ekkert eftir neina bíða. Ég var náttúrulega að breyta hérna eina ferðina enn inni hjá mér, en af því að nú er ég ekkert að fara að sauma á næstunni, þá fór ég svona allsherjar tiltekt af því að vefverslunin er alveg bara pökkuð af töskum. Svo, og þannig að ég er ekkert að fara í einhver stórræði á næstunni hvað það varðar. Ég mun skella í kökuverjurnar þegar ég fæ meira efni í það, en annars er bara rólegheit framundan á þeim vígvelli af því það er nóg að gera á prjónavígvellinum. Nú, afsakið, ég er í einu klárinu. Mér tókst að klára The Weekender úr andeskatninu frá Drops. Og ég segi mér tókst af því að ég er ennþá að drepast í handleggnum og að handlegga gróft gat og grófa prjóna er eiginlega það versta. En mér langaði bara svo rosalega að vera búin með hana. Þannig að ég lét mig hafa það inn á milli atriða. Og þetta er bara svona stór, cozy peysa. Víð og hlý og ég þurfti náttúrulega að breyta með við peysunum sem ég gerði á undan. Ég man ekki hvort ég gerði hann í large, en þetta er alveg smól og mér að segja að fækka leikjunum af því að þetta er alveg næstu helmingi grófara gat en gefið þér upp í öskvistina. Og ég, breyti öllu í sambandi við áferðin og allt svoleiðis. Það má. Og ég bara kunni svo rosalega vel við lagið á hinni peysunni sem ég á úr Wool of the Andes frá Knitpicks, hún bleik, ég hef oft verið í henni og já, þannig ég er bara mjög ánægð að hún sé búin og hún var í stórri og miklu tösku, þannig að það rýmkaðist í kringum stólinn minn inn í stofu og já, ég á örugglega eftir að búa í þessari. Og eins og sjá í skotinu undan þá er það tekið yfir svona hillur, þetta var bara svona uppstilling og eitthvað, en ég var að fásast þessar hillur í gær af því að mér leiti svo að öll sjöli mín og alla peysurnar væru bara inni í þessu herbyggi og oft þegar ég var að komin í útifötin þá var bara, mér langar að hafa annað sjálf og þá þurfti ég að hlaupa og hingað inn og þetta er innsta herbyggi í húsinu, þannig að við keyptum hillur í gær og núna líka þar nokkra peysur og sletta sjölum sem er þá fljótlega að grípa í þegar ég fer út húsinu og auðvitað á þetta líka bara verið til sýnis eins og hvert annað handverk og punt og skraut sem við erum með. Við erum að helja tíma og peningum oft tíðum í það sem við erum að gera í höndunum og það á ekki að vera lokað inn í herbyggi. En ég er ennþá með alveg nokkur sjöleitnum fyrir fram á mig og peysu hilluna mína sem er reyndar eiginlega breytast í bókahillu að ég
þú veist, að vera gaddfíkill, það fylgir því að vera prjónabókafíkill. En, já, sem sagt, þetta Anders frá Drops og peysan heitir The Weekender og þetta var prjónað á 8 og 9 mm prjóna. Þannig að very happy. Síðan kláraði ég Drippity Drops sokkana frá henni KF Jones í The Bakery Bears og ég fór bara alveg eftir uppskriftinni. Ég ekkert vön að gera þennan hæl en bara hún skrifar svo góðar uppskriftir að ég bara gerði það og hún með það sem kallað umbrella toe. Þá tekið út sko, hvað þetta? 6 sinnum 1, 2, 3, 4, jú, 6 sinnum allan hringi með jöfnum millibili og ég hafði aldrei gert svoleiðis, þannig að það var bara tilvalið að prófa það og svo bara svona skemmtilega áferð á garninu og þetta bara handlita garn eftir mig. Ég tala það, þetta bara þetta voru þetta var síðasta hespan og ég bara sullaði litunum sem ég átti yfir garnið og það kom út þessi skemmtilegi svona svona dumbleiki litur með alls konar skellum í og þeir eru 2 og fara bara í sokka geymsluna mína. Ég reyndar að taka myndir af öllum þessum klárum og Instagramma það og setja inn á Ravelry og allt þetta. Síðan það 3. klárið og það var klár sem að stjúpdóttir mín hafði samband við mig á mánudaginn síðasta og hann vantaði svo annan kraga á Erni Leo miðjubarnabannið og og ég smelti í þennan sem í ljúflingunum og hann svo nettur hálsinn og axlirnar að ég gerði bara minnistærðina á 2-fold baby merino og og ég bara notaði garn sem ég átti og svo hafði ég samband við hann og sagði að ég get ekki látið hann bara hafa kraga, má ekki gera hann húfu og jú, endilega og hún vildi hafa hana ekki með reimum þannig að þetta líka úr ljúflingunum og þetta líka 2-fold baby merino og svo var ég alveg búin með hann drappaða þegar ég átti eftir að gera þetta svona skraut. Þannig að ég loftlykkjurnar sem að þetta heklað utan á, ég notaði 1 þráða grái í það og restina af þessu base lit til þess að hekla þetta upp og svo bara þetta bara svona, þú veist, smá detail og svo svona pínu á þessu og þannig að nú get ég farið að koma þessu að mér. Ég kláraði þetta, var búið með þetta held ég á föstudaginn en mér langaði svo að sýna ykkur þetta þannig að ég skýst með þetta til mömmans og eftir getur hann verið með svona til skiptana í leikskólan. Ég held að það sé ekki vitlaust af því að hann ennþá á snuttunni sinni og því fylgir náttúrulega slef og það slefast í svona og svo náttúrulega fer hann út oft þegar hann komin heim úr leikskólanum á daginn og þá gott að hafa 1 kraga heima líka. Þannig að þetta voru klárin, ég bara mjög ánægð með og það farið að saxast duglega á þetta sem að ég fitjaði upp á þannig daginn. Það eru nokkrar, það eru hvað 1, 2, 3, 4 peysur eftir af því. Ég ætla bara að tjekka á því og náttúrulega íslenska sjalið úr íslenskt spunna garninu sem ég keypti að handelshátíðinni í Hrafnagili. Það bara á sínu stað og já, og Vertisins Unite á sínu stað, peysan út í bíl á sínu stað. Svo ætlaði ég náttúrulega að rekja upp eina peysu
sko, já, ég sýni ykkur hérna jókpúlóver á eftir úr garnum sem ég spann. Pink Onyx, hún bara inn í stofa því ég hef ekki gert í henni síðan að við sáumst síðast. Woolend Honey, ég með hana til þess að sýna ykkur. White Horse, Hit sokkaparið og Shoes Rug og Feel Free peysan. Þessa 3 hluti hef ég ekki snert í smá tíma, þannig að, og Hips Haps ekkert núna í síðustu viku. Þannig að það sem sagt 1, 2, 3, 4 peysur og svo reyndar ég með 5. peysunni hérna sem ég ætla að fara að sýna ykkur. 1 sokkapar og 2, nei hvað sé, 1, 2, 3, 4, já 5 peysur, ég með 6, að það kom hérna inn óvænt á. 6 peysur, 2 sjöl og 1 sokkapar. Og svo náttúrulega teppin 2 sem eru langtíma og komast bara ekki þar. En jú, það gerist ekkert tímann. Það bara stundum, bara, þú veist, fer alltaf hliðina. Og hérna, og það gerði það svo sannlega í síðustu viku í óvæntum uppákomum. Og nú ætla ég að sýna ykkur sem sagt það sem ég að prjóna núna. Ég ætla bara að byrja á því að sýna ykkur þessa óvæntu peysu sem ég fekk í hendurnar. En þannig var að það vantaði að klára hérna sýnishornapeysu fyrir Stephen West af Glow with Flow peysunni. Og ég fekk hana í hendurnar á 5. og búin að vera mallast í henni. Það svolítið skrítið að taka við svona verkefni sem komið svolítið á veg og hérna, og þetta náttúrulega pínu breyting í prjónahest og eitthvað svona, en þetta bara þannig garn í þessu, ég held að það verði bara fínt að vera búið að þvo þetta. Það hérna sýningu garn eitt smástund, þetta hérna Queen Fiber Melted Baby Suri og sem alveg í gegnum alla peysuna og síðan það svona mismunandi svona fingering garn, bæði single og 4-ply sem hérna svona marlað eins og hann gerir svo mikið af. Og þetta sem sagt þessi hérna peysa. Linda í Hippie Barbanits var einmitt að sýna í gær. Ég held að þessi peysa, það ekki Linda? Ógeðslega falleg. Og svo var ég alveg sjúk í hérna hina peysuna sem hún var í, sem ég að safna með garni í. Sem hún var í þættinum. Þannig að þetta Glow with Flow eftir meistara Stephen West og ég svona að endurnýja kynni mín á honum aftur. Ég prjónaði með pínlítið yfir mig á honum á sínum tíma þegar við vorum að sannreyna uppskriftirnar í þýðingunum og ég var þá bara líka ferkantaðri en ég í dag í sambandi við liti og svoleiðis. Ég átti svolítið erfitt með að sjá hlutina hans í einhverju öðru en því sem hann gerði, af því að sko hann náttúrulega alltaf rosa fríkaður í uppstillingunum og mjög svona abstrakt og svoleiðis. Og það svona pínu, sko bara, ég átti svolítið erfitt með að horfa framhjá því hvernig ég gæti gert þetta að mínu. En þessi næstu 3 ár síðan að við byrjum á þeirri vegferð, þá hef ég náttúrulega bara breyst rosalega mikið sem prjónari og svoleiðis og hérna, og núna þegar maður farin að skoða aftur þetta sem hann hefur verið að gera núna síðasta ári og að fer inn í uppskriftirnar og að skoða verkefni hjá öðrum og litaval og svoleiðis, þá auðvitað, þú veist, það opnast nýr heimur að sjá þetta gert með svona bara neutral litum eða pastel eða eitthvað svona sem ekki svona æst. Mér finnst einhvern veginn best að lýsa því þannig svona, eða svona rosalega miklum litum og svoleiðis og nú maður líka hættur að vera, eða þú veist, ég alveg orðin farin að blanda saman ólíkum garntegundum og svoleiðis og já, þannig að ég búin að endurnýja
kynni mín af uppskriftunum hans og ást mín endur vakin af þessu yndi. En þetta hérna Glow with the Flow og ég fekk hana, það var komið svona eins og hingað niður fyrir ermarnar og þetta flýgur áfram. Þetta á prjónum, þetta á 5 mm prjónum. Hérna svona fallegur kantur hérna ofan á svona detail, svona I-cord kantur. Og sko þetta svo sannarlega ekki litir sem ég hef endilega valið fyrir sjálfum mig. En þegar ég fekk í hendurnar þá var bara, I love it. I can use this. Þannig að nú ég búin að marla síðasta litin við skrokkinn. Og það þessi hérna, nú hefst ljósa partíið að reyna. Hann bara mjög svona, hann svona grár með bláu ívafi og síðan þetta hérna þessi dýr Melted Baby Suri og þetta mjög gróft svona eiginlega bara móher en þetta 65% Baby Suri alpakka 20% meirinn og ull og 50% silki og það 175 metrar í 50 grömmunum en þetta eiginlega alveg bara hægt að prjóna þetta eins og sport grófleikan, svona aðeins grófara en fingering og þetta ef að maður getur lýst í hvernig að prjóna ský þá held ég að þetta sé gatnið þetta svo ógeðslega fluffy og þetta rennur alveg áfram sko, þetta flýgur áfram og þetta náttúrulega haldið tvöfalt svona saman þannig að hún stækkar mjög hratt þessi þannig að þetta verður svona verkefni sem að ég ætla að nota þegar ég þarf að hvíla mig á pröfuprjónin sem ég að gera og sem ég má ekki sýna ykkur og ekki tala og þið fá bara að vita seinna en í þessu líka þetta brugna á höndum og neðan á peysunni og já, það gert í bara einföldum DK grófleika og þetta bara allt gatt sem að ég fekk sent með peysunni og þú veist, á bara að nota einhvern veginn og þetta dökka einmitt hérna í I-cordinu hérna ofan á öxlinni þegar ég fekk peysunni í hendurnar þá var þetta single ply fingering og ég veit ekkert neitt þessi görn þá voru þessi tveir gæjar saman og ég veit ekkert hvar þessi var í leiknum hann var einhvers staðar sennilega, jú, hann hérna efst í peysunni síðan tók þessi gæja við og síðan kemur þessi til leiks síðan þegar ég geri ermarnar þá náttúrulega ætla ég að vigta hespuna áður en ég byrja á annarri og þær eru það fyrirferðarmiklar ég ætla að gera bara eina ermi í einu og vigta ég bara svo ég passi upp á að það veri nóg fyrir hina ermina líka hérna eitthvað annað gagn en það nefnilega bara gagnagulið afsakið þetta eini miðinn fyrir utan afsakið, ég bara hef ekkert verið að skoða já, ég get líka marlað hérna þetta skýð, þannig að fluffy, súrigarnið það líka í sikkrum litum ég þarf að breyta þessu ég þarf að frykta meira en gaman og svo hérna meira nú fingering þetta Blue Fins mig grunar að sé þetta hérna single ply annars hef ég ekki hugmynd þetta bara gaman geðugt fá svona dásamlega fallegt gagn í hendurnar og að vera búið til svona fallega flík úr því mér finnst þetta bara að vera algjör lukku grís
og ég sé það að næst þegar ég gríp í þetta, þá ætla ég að marla hérna aðeins með þessu, aðeins að lýsa á meiri, þessi ljósari, sko. Þessi lýsing. Það er meira ljóst í þessum, þetta er annar litur. Ég er bara sennilega að tala bara hérna, ég er alveg að tala sjálf mig í gegnum þetta, því ég hef gefið mér svo lítinn tíma í að stúdera þetta eitthvað. Ég hef bara verið að grípa í þetta inn á milli annara atriða. Þannig að þetta er bara hérna í stórum poka og er við hliðin á mér hérna í stofu. Og ég ætla að sýna ykkur núna hvar ég er stödd í hinum peysunum mínum. Hérna er White Horse, þessi sem mamma prjónar á röngunni. Við vorum hérna síðast þegar að ég sýndi ykkur. Það er hann núna upp. Ég er líka með prjónumerki hérna aftan og ég er að mæla hérna sentimetran á milli bara til þess að augað átti sig aðeins á að þetta er alveg að ganga. Svo ég sé ekki alltaf að rífa upp málbandið og sjá hvar ég er stödd. Ég ætla að snúa hérna peysunni á réttina. Og hún Katie, þeir sem horfa á hana, Inside No. 23, þessi breska, hún er búin að vera, hún er náttúrulega kasólitt núna, hún er búin að vera alveg rosalega mikið í sinni utan yfir. En ég náttúrulega er ekki að nota sama garn og hún. Ég er með Holst garnið tvöfalt, sem ég marg búin að tala um, og get ekki beðið eftir að sjá hvernig verður þegar flíkin er tilbúin. En það er mjög svipur litur hjá okkur í þessu og þetta er bara mjög líkt orginal litnum á uppskriftinni. Þannig að ég sko sé mína peysu alltaf í hennar þó að það sé ekki sama garn. Það var það liturinn. En þetta verður núna aðeins sett til hliðar af því eins og ég segi, ég er að gera 2 pröfuprjón sem að ég má ekkert sýna eða neitt svo leiðist. Það er bara já, þannig ég bara er, og það liggur á því, þannig að ég er bara að fókusa á sérstaklega annan hlutin, svo tek ég hinn og klára hann og inn á milli er ég að vinna í þessari peysu, þessari sýnishorna peysu hérna Glow with the Flow. Þannig að mín eigin verkefni sem hafa verið í gangi fara í smá frí á meðan. Var ég ekkert búin að gera meira í... Nei, ég hef ekkert verið búin að gera meira í honni pullover, mér bara dreymt það. En sýn ykkur hérna fallega garnið hennar Kristínu í Vatnsnes. Ég er að því ég færði allt dótið inninni þá þarf að finna út þetta með ljósið. Og þetta er kökuverja með garninu hennar Kristínar í. Þetta er dröfn, heitir liturinn. 100% meira nóg, elska það. Og ég er mjög spennt á þessa af því þetta er svona alveg pjúra innipeysa, sko. Þetta verður bara svona, já. En hún þarf að chilla svolítið bara í skóginum sínum á meðan. Þá er nú ljúft að hafa bara þessar töskur og geta lokað allt sem á að vera með. Og ég nú hristist þið svakalega. Ég er að lækka eitthvað stólinn, ég er svona aðeins svona reka lappirnar í borðið. Já, þá er þetta ekkert að ríkfalla eða tínast úr þessu eða neitt svoleiðis meðan þetta er í time out. Og allar ensku slettur er í mér í dag. Jæja. Síðan er það hérna. Já, sem ég er ekkert búin að gera meira í. Hvað er að mér? Hvað voru það? Jú, ég var náttúrulega að klára peysu og eitthvað. Og ég á eftir að tína hérna fluffið úr þessu
en þó allt það. En þetta bara orðið svona, eins og maður segir, bara svona bíla strætóprjón eða sjónvarpsprjón. Það bara prjóna núna niður hérna. Ég ætla reyndar að smella fljótlega í ermarnar. Klára þær þegar ég kemst í þetta aftur og hérna prjóna svo restina af búknum og ef það er ekki nóg, ef hann verður ekki nóg síður þá þarf ég náttúrulega bara að spinna meira. Byrjar, ég held að þetta sé talgeispi af því ég tala svo mikið og ekki anda nógu vel og meðan að þá fyrir bara heimtar heilinn að fá smá súrefni. En síðan, já, ég er líka að fara að pröfuprjóna fyrir hana mínu Philip, The Knitting Expert, sem ég pröfuprjóna mikið fyrir. Og það er svo sem hlutur sem maður liggur ekki brjálæðislega á, það er alveg skilafrestur bara fram í janúar með það, en þegar ég er búin að taka svona að mér þá vil ég bara kýla á það. Þannig að þegar ég er búin með þetta sem að mesta pressan er á, þá ætla ég að fitja upp á þeirri peysu af því að hún á líka að verða afmælisgjöf fyrir Hrafntinu í leiðinni og ég má alveg tala um þetta pröfuprjón og þessi peysa heitir The Little Red Hood og svo er hún líka að láta pröfuprjóna sem sagt fullorðinsstærðirnar, þá heitir hún bara Red Hood minni mig og hún hefur verið, þetta er The Knitting Expert á YouTube og The Knitting Expert Design á Ravelry og Instagram og hún hefur verið að sýna og tala um þetta. Þetta er rosalega skemmtileg peysa og hún er í svona fingering. Ég ætla að nota hérna Austmann Stepp, þetta verður aðaliturinn og svo verður þetta í þetta detail eða smáatriði sem hún er með. Ég er ekki með neina mynd, það er ekki mynd af réttri flík á uppskriftinni þannig ég get ekki sýnt ykkur þetta. En það kemur, þessi aukalitur kemur hérna niður með og endar hérna svona, það kemur svona eins og snúrar hérna, minni mig, framan á. Og ég ætla að nota Austmann Stepp af því mér finnst það bara alveg geggjað í svona peysur og tanngjum í barnaflíkur sem að þurfa þórulega svolítið og þetta er náttúrulega rosalega mjúkt. Það er alveg að vera og jójópa og í garninu, hvernig sem þið fara því og þetta marglita er bara litur 134. Ég er búin að vera, þetta er búin að vera nota svolítið sem svona props í myndatökunum á töskunum hjá mér þannig að þá setja ég oft garn oníðar þegar það verið að mynda til þess að það líti vel út og þetta hefur verið mikið notað þetta band þannig að það bara er að syngja sitt síðasta átt að vera hérna utan þetta þannig að ég ætla að nota þetta af því ég held að ég er alveg nóg í stærðina sem ég á að gera en annars veit ég að það er til meira þá af þessum marglita niður í búð ef þess þarf þannig að það er svona eina en það er það sem að fer fyrst á prjónana eftir ég hef búin að loka þessum, ég klára þessum sem að liggur mest á. Síðan, ég afsaki gatna gaulið. Síðan fór ég niður í Galleri Snúdru, ég hef búin að vera rostuglega að fara ekki þangað því að ég kem alltaf út klyfjuð. Það kom mynd inn á síðuna hjá þeim á Facebook þar sem var mynd af óbáslega fallegri peysu úr garni sem að hún er nýbyrjuð að vera með hana og ég bara, ég verði að fá þetta garn, þú veist. Og að því að dóttir mín var búin að slefa hérna yfir Turtledove peysunni minni þarna úr tvílita garninu, þessu ljósbrúna og drappaða og hún á afmæli í desember og er reyndar bara búin að biðja peninga í afmælis- og jólagjöf af því að hún verður 30 á næsta ári og það verður að plana svona stelpuferð en mömmu hértaði einhvern veginn finnst það bara ekki nógu gott og ákvaða að kaupa í peysu handinni og ætla að gera þessa Turtledove á hana líka
en úr þessu alpakka tvít. Og þetta eins og nafni gefur til kynna, tvít, gat, ég reyna hana. Og þetta frá Skólar og Stól, alpakka tvít. Þetta gefið upp fyrir prjóna 3,5 til 4,5 og í þessu 26% alpakka, 21% ull, 18% pólíakríl, 18% pólíester, 11% silki og 6% pólíamít. Og í einhverju af þessu pólídóti hérna tvítið. Og Turtledove frí uppskrift á Ravelry, alveg frábær uppskrift og mjög einföld og byrjendavæn. Það hún gefin upp á. Man ég ekkert hvernig ég prjónaði hina, sko, það allt lekið úr upplýsingaheilanum. Já, það sérst prjónað úr Woolfolk Loft og gefið upp á 6 mm prjóna. Ég ætla að prjóna þetta á svolítið grófa prjóna. Að hafa hana svolítið svona loose, svona fluffy og svona laust prjónað efni í þessu, en samt ekki eitthvað gapandi. En ég þarf að gera prjónafestu pröfu og sjá hvar ég finn mig í þessu. Ég ætla að byrja bara alveg hreinlega á 5 mm. En þetta ekki alveg að fara strax í gang, en ég á garnið í þetta og það bara verður það bara tilbúið þegar að tækifæri gefst. Hrafntinna á náttúrulega afmæli á undan mömmu sinni og það pröfuprjón, þannig að það fer fyrst á prjónuna. Síðan yngsta dóttir okkar, hún vegan og því svona pínu trikki að finna gagn, en það reyndar ull í þessu, en hún endurunnin. Þannig ég að vona að mér fyrirgefist það og hún og kærastinn hennar verða tilbúna til þess að fá húfu og eitthvað úr þessu. En þetta til niðri í Gallerísnotru. Þetta Bergeret de France og þetta gefið upp á 5 mm prjóna og sagt að þetta sé aran grófleiki. Þetta er svona full gróft að kalla það, en kannski, ég veit ekki, kannski puffast það svona mikið. En þetta sérst hérna franskt gagn. Jú, þetta sannlega aran, það eru 85 metrar í 50 grammunum. Round flecked yarn with a hint of sparkle made with recycled fibers from our factory. Já. Og í þessu 60% akríl, 18% endurunnið akríl, 12% endurunnin ull, 6% endurunnið pólíamít og 4% endurunnið, sé ekki almennilega á flís. Já, endurunnið flísefni. Og ég keypti 3 liti. Þetta verður grunnlitinn. Þetta allt með svona blingi í. Og sálitur númer 117. Og síðan hérna svona turkísblár, svolítið sprengdur og hann númer 421 og 120 þessi, hinn aukaliturinn, hann númer 120. Þetta verður húfur og vettlingar fyrir dömurnar. Svo bara, þú veist, vona ég að þær vilji nota þetta. Síðan fékk ég bók og hún æði. Ég sagði henni í búð þegar ég var að kaupa hana. Ég gerir örugglega ekkert endilega neitt úr henni frekar en úr hinum bókunum sem ég á. Mér finnst bara svo gaman að eiga fallega bækur og fletti gegnum það.
svo fletti ég gegnum þessa og mér langar bara eiginlega að gera allt úr henni. En það kemur bara ljós. Þetta er eftir hana Lene Holm Samsø og heitir Prjónað af ást. Og bara ríkur út niður í gallerísmótru. Enda ég bara alls ekki hissa. Þetta bara, ég á nú algjörlega eftir að sjá, þú veist, hvernig þýðingadæmið af því að maður ennþá pínu að pirrast á þýðinguna á ljúlingunum. En, þú veist, hversu cute. Það er mikið að svona pínu bara blúndu dæmi og að öðru leyti bara einfalt. Og gaurana mína, ég fyrir að bráma að fá mig konu bara í þrif svo ég geti tiltekt og þvottinn og þú veist að því ég er með svo hjúts heimili nefnilega, eða þannig. En því þú veist það er bara, hversu sætir hrafntinna í svona. Mæli með. Ef þú vantar ótrúlega krútlegar uppskriftir af barnaflíkum, versigú, Prjónað af ást. Þvílíkt fallegt. Þannig að amma mun eiga bátt. Þannig að þetta það sem datt í pókan hér á Íslandi. Síðan talaði ég það síðast að mér langaði að fá mér svona mæligræju fyrir það sem ég að spinna til þess að finna út grófleikana á því sem ég að spinna. Og ég fann inn á Etsy ég svo frábær í hérna finnskunni. Súkablokki accessories. Og þetta allt, hvert eitt og einasta frá þeim úr endurunnu efni. Og meiri segja pakningin sem þetta kom í, sem fór í stimpli í póstinum og allt það var líka endurunni. Þetta eitthvað endurunni dæmi, ég veit ekki einu svona hvað þetta Og þetta sem að ég keypti allt úr endurunnu. Já, þetta allt 100% endurunnið efni. Og þá hægt að setja í endurvinnslu ef það skemmist. Og þetta hérna svona spjald sem maður leggur gatnið á til þess að finna út grófleikan á því. Ég á alveg eftir að kynna mér hvernig maður notar þetta. Hérna ég með gatnið sem ég ætla að nota í hérna prjónspeysun hennar hrafntinu. Þá leggum maður þráðin yfir þar sem að fellur undir alveg þessi gráa rönd og þá þetta 22. Ég ætla að finna út því hvað það þýðir. Síðan fékk ég mér svona gæja til þess að sem að vefur þá gatnið utanum þennan hérna og telur svo, telur vafningana gatnið á að liggja bara alveg þétt hlið við hlið. Þá getur maður fundið út hvað eru margir metrar wraps per inch. Hvað eru margir snúningar per inch 2,5 cm eitthvað slags. Hvað eru margir vafningar utanum til þess að finna út hvað þegar maður búin að vigta hestbúna, hún kannski 100 grömm og svo veður maður hérna utanum og þá getur sagt manni hvað eru margir metrar í þessum 100 grömmum eða hvað það Ég veit ekki neitt, ég á eftir að fara á YouTube þetta dót. Síðan var Shona Stitches sem podcast líka sem ég horf mikið á og tala mikið við. Hún var líka að byrja að spinna. Og hún átti aðeins niður græju sem ég sá ekki fyrir en eftir að ég var búin að panta þetta. En þetta var mjög ódýrt.
Þannig ég pantaði með það líka og það í rauninni sko, ef mann rétt, þá það í rauninni þetta hvort tvekja saman í einu. Þannig að það á leiðinni. Og svo fékk ég svona líkla kippu dinglum dangl senda gjöf og það eru göt þarna sem mæla 3 mm prjón og 3,5 US 2,5 og US 4 sem skötin hérna. Og þetta líka endurunnið. Þannig að þetta mjög skemmtilegt. Sko það knitting isn't a crime. Ég var ekki búin að taka eftir þessu. Þetta lá ofan á þessu spjaldi og það stendur hérna, ég eiginlega get ekki lesið þetta allt, en skal halda þessu hérna, ef þið viljið lesa þetta þá getið þið bara sett á pásu og zoomað inn eða farið inn á vefsíðuna, ég veist að þessar upplýsingar eru þar líka og lesið ykkur til þetta skemmtilega fyrirtæki. Þannig að vonandi verður heitt komið næst þegar ég tek upp. Svo ég getur sýnt ykkur það og vonandi verður þá bara búin að gefa mér tíma til að læra eitthvað þetta. Nú, þá allt komið af því sem datt í pokan, allt sem ég að vinna í og allt sem klárað. Og þá það hérna, eins og þið sáu í upphafinu á vídeóinu, þá þessu sem skeitt fyrir framan þáttinn, þá erum við með Ravelry hóp sem heitir bara Handverk Helgu og bara endilega komið og meldi ykkur þar inn við erum ekki með neitt sko samprjón í gangi og svoleiðis, en það verið að leggja línurnar að aðventuleik, svona aðventurskiptum, garnskipti og það verða tvenns konar leiðir í boði. Það að þeir sem að veljast saman, það þarf alltaf 2 einstaklinga í fyrri leiðina sem senda á hvern annan, í para bara fólkið og það ákveður svo á milli sín hvort að þú átt að útbúa 23 5-10 gramma hnykla eða hvað sem að þeir einstaklingar ákveða sjálfur og 24 svo stærri pakki, hvort það þá að hespa á garni eða 250 gramma eða verkefnataska eða hvað, eina sem að fólk kemur sér bara saman að sé og það maður þarf náttúrulega að eiga þá 23 ólíka hnykla til þess að geta sendt frá sér og ég held svona að við miðum við betra eða svona helst handlitað ekki endilega fabel eða jú, allt lagi að hafa þú veist, einn og einn steppi eða fabel eða hérna Arne og Carlos eða eitthvað svoleiðis með en ég til dæmis ég á alveg fullt af svona handlituðu en á móti kemur að þessum fingering gróleika á móti kemur ég veit ekkert endilega frá hvernig það en ef að maður veit að merkja þá viðkomandi hespu með því hvaðan þetta að koma alltaf gaman að ef maður mögulega getur gert það og svo bara verða þeir sem að parast saman og ráða hvort að þetta á að vera innpakkað eða eins og ég hafði hugsað mér bara upp á tímasparnað og annað að maður geti haft þetta bara í bréfpoka og að viðkomandi sem að fengi þetta auðvitað ræður hann hvort hann opnar þetta allt í einu eða hvað en að fara með hendun honni í pokan á hverju mótni og ná í einn hnykil og eitthvað svoleiðis. Svo getum við alveg fundið svona tagg á Instagram til þess að merkja þetta eða ef okkur langar að fara þá leið líka. Þannig að þetta svona einfaldari leiðin þannig lagað. Þú þarft að eiga mikið af ekki mikið af garni, það þarf ekki að vera nema 5-10 gram en þú þarft að eiga þá allavega 23 ólíka liti. Og hinn leiðin aðeins öðruvísi, þá þarf í rauninni 5 af 5 manneskjur til þess að taka þátt því. Þá til dæmis ef að ég er 5. manneskjan þá þurfa hinni 4 að senda mér 6 litla hnykla. Svona 5 gramma eða 10 gramma hnykla. Þannig að þá fæ ég 24 samtals. Og
þannig að í rauninni þarftu bara að eiga 6 liti. Ég þarf þá bara að útbúa 4 pakka sem er með 6 boltum í og og búa til 4 svona pakka með þessum 6 fingramma í og senda á þessu 4 aðra aðila. En þá þarf þetta að eiga allavega 20 grömm af hverri hespu og sama á við þar að ef að mögulegt er að merkja og helst að þetta sé handlitað eða eitthvað svona vandað sokkagat og reyna, að hafa það í þessum fingering grófleika. Ég hef búin að alveg, ég er búin að skrifa einhverja svona inn á þann aðvendu þráðinn skráninguna, hvernig þessi gengur fyrir sig og kannski ofhugsaði eitthvað þar, en þetta er bara já, það þarf 5 manneskjur, hver einstaklingur sendi frá sér 4 pakka, fær tilbaka 4 pakka og í hverjum pakka eru 6 hnyklar. Það eru örfáir komnir þarna inn, en bara endilega, þetta er ótrúlega gaman. Ef þið eru að gera þessi hekluteppi eða svona afgangadótar í og það er náttúrulega snillt að nota svona litla gæja í þetta sem að Stephen West gerir. Hann er allur í þessu að nýta allt upp til agna og endilega komiði og skráið ykkur hérna. Ég mun svo bara núna undir mánaðamót para okkur saman. Ég ætla að taka þátt í báðum vikkjónum að ég get það alveg og síðan getum við þá, eða kannski fyrstu vikunni nóvember parið okkur saman og þið getið alveg byrjað að undirbúa ykkur. Þannig, þið getið byrjað að tína saman það sem þið eru til í að sjá af og þó svo þið ákveðu svo með þeim sem þið parist með hvað þyngdin á að vera, en ég held að sé fínt að miða við 5 eða 10 grömm. Og síðan að vera búin að senda þetta frá sér í síðasta lagi 20. nóvember, svo fólk verið örugglega komið með þetta í hendurnar mánaðamótin. Og það er nú enginn búin að skrá sig að ég veiti sem er ellendis, en við tæklum það bara þegar það kemur. Og það vil ég alls ekki senda ellendis að taka það fram þegar skráið ykkur. Ég er í tvennum, ég er einmitt að fara að senda frá mig núna, ég er í einum svona jólaleik þar sem að vera að skiptast á jólatöskum. Ég er að fara að senda mitt af stað núna til Danmerkur og fæ svo mitt, hún þurfti að panta efni í minn poka þannig að hún er ekki að senda af stað á réttum tíma, en en það er alltaf, ég veit af því, ég fæ mitt fyrir rest, ég treysti því alveg og fólk verður náttúrulega að vera heiðarlegt að ef að lífi gerist og þú getur ekki tekið þátt í eitthvað sem þú ert búin að skrá í og melda þig við, að láta viðkomandi vita, ekki að viðkomandi sé að senda þér einhverja glómu af dýrindisdóti og svo kemur ekkert tilbaka, það er bara ekki sanngjarnt. Frekar að láta vita og setja bara stoppa og ef það gengur ekki og sá sem er þá að missa félaga sinna að láta vita og við finnum út því. Ég get alltaf hoppað inn í þar ef eitthvað svoleiðis kemur upp á. Þannig að endilega, ég er búin að eyða alltaf miklum tími í að tala um þetta, en það er einfaldlega því að í næstu viku verður ekkert vídeoblogg. Þannig að mér finnst ég verða að leggja svolítið áherslu á þetta svo að komið aðeins lífi í þetta og fólk fara að drífa sig að skrá. Þetta þarf ekki að vera neitt mál. Útbúa, velja leið 1 eða 2, fara svona að tína til í þetta og svo bara leið og búa að para og fólk búa að tala saman að þá bara hægt að senda frá sér. Nú, já, eins og ég nefndi áðan, ég snýr öllu við af því að ég er ekkert að fara að rífa upp saumavéladótið á næstunni, það er alveg bara rosalega mikið inn á vefsíðunni og ég ætla bara að njóta þess að hafa það þannig. Ekki nema þau gerist kaupa á þar og tæmi þetta, þá þarf ég náttúrulega eitthvað að gera því. En eina sem ég ætla að vera að sauma í af því þessar verjur er að rjúka út. Og leið að ég fæ meira efni í það, að þá ger ég það og set það inn.
Þetta var sérst utan sokkana sem ég var að klára og núna tek ég þetta bara úr og þetta býður bara, þessar verjur býða bara eftir því að fara utanum hérna næsta 50 gramma. Þetta eru minni verjurnar, þetta er svona með 50 gramma. Svo er ég með 100 gramma líka. Og þetta gat fer meðal annars í þetta, hérna, í aðvenduleikin. Þannig að, já, það verður frí í næstu viku af því að ég ætla að leggja mikla áherslu á að koma að mér þessum pröfuprjónsverkefnum sem liggur á og verð þar að leiðandi ekki með neitt til þess að sýna í næstu viku af því að þetta er eitthvað sem ég þarf að senda frá mér og fæ ekki tilbaka, þannig að ég ætla nú að taka myndir af því, þannig að leið og það verður búið að gefa þetta allt út úr svoleiðis, þá get ég allavega sýnt ykkur það þannig. Og hérna, þannig að ég ætla bara að leyfa með það að taka mér frí frá ykkur í næstu viku, ekki nema að bara gangi eitthvað ótrúlega vel allt upp og ég bara verð með ykkur klár og eitthvað búin að geta unnið í mínu. En það verður þá bara, afsakið. Það eru þá bara svona óvænt. Og leið og ég verið búið með þessu verkefni þá ætla ég að skella í líka munsturhúfu þar sem ég get tekið upp hvernig ég prjóna með þú veist 2 og 3 litum í einu. Það var einu sem að langaði að sjá það og ég, eins og ég segi, annarkur setja það bara hengur það þá aftan í viðkomandi þætti eða ég seti bara sér upp á rásina hérna. Þannig að það er ýmislegt í döfinni en það komið sérst óvænt upp þessi pröfuprjón og ég er bara þannig gerð að ég vil bara einbeita mér að því sérstaklega því að það er tímapressa, gera það vel, koma því frá mér og þá voru bara líka ótrúlega gaman að koma aftur að því sem að ég hef verið að vinna í sjálf. Það er alveg ótrúlega gott stundum að bakka frá því sem maður er að gera, koma svo að því aftur og þá einhvern veginn oft er maður búin að sofa á hlutunum og oft gengur bara betur. Eftir það hætti ég alveg. Nú er ég búin að tala mikið, ég þarf að fara að fá mér kaffi, setjast niður og græja þetta, fara á pósthúsið með fullt töskum og í jólagjafaleikinn minn sem ég er að taka þátt í og hérna já, byrja daginn. Ég byrja að reyndar hérna bara 7, snúi allir við hérna inni, þannig að nú löngu byrjar klukkan er orðin 9:30. Þannig að ég bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna, hvet ykkur eindregið að fara inn í Ravelry hópinn og vera með. Það þarf alls ekki vera flókið, bara gaman og við sjáumst eftir 2 vikur. Takk fyrir og bless bless.